Komið í sæl, gestur landsbyggðar að þessu sinni Björn Snæbjörnsson sem formaður Starfsgreinasambands Íslands og einingar iðjum í Eyjafirði. Velkomin. Já, takk. Önnur vika ársins, hún langt komin, þriðja að taka við, samningar lausir áramótin. Nú fer eitthvað að gerast væntanlega. Já, það náttúrulega allavega, menn tóku sér jólafrí og núna sem sagt búið að vera fjöldi funda núna í þessari viku. Og svona áframhaldið verður svona kemur í ljós svona í vikulokin hvernig þetta einhver möguleikar eru að finna einhvern þráð í þessum samningum. Hversu stuttur þráðurinn í samninganefnd Starfsgreinasambandsins? Já, það auðvitað, menn vilja fara að sjá náttúrulega að sé eitthvað gerast. Við höfum náttúrulega verið að ræða málin og það mjög margt sem hérna í svona sérstökum sérhópum sem verið að taka á einstaka atvinnugreinum eins og fiskvinnslu, byggingariðnaði, bílstjórum og ferðaþjónustu og fleira. Og það verið að vinna svona alls konar sérmál gagnvart því og sumt það hefur bara miðað mjög vel áfram og annað svona miður en svo hafa hinnar viðræðurnar svona þessar beinu viðræður kaup og kjör getum kallað þannig við aðalsamninganefnd SA það náttúrulega ekki komið langt ennþá. Það það bilja 8-10 kjarasamningar lausir núna aðallega innan Alþýðusambands Íslands. Aðalkrafan, launakrafan 425.000 krónur á mánuði eftir 3 ár. Vinnuveitendur segja þetta allt og mikla hækkun og óraunhæfa. Já, það nú aldrei verið þannig að í samningum þegar menn hafa sett fram launakröfur að þá hafa nú yfirleitt aldrei verið mikil fagnaðarlæti af hálfu atvinnurekanda þannig að það kemur svo sem ekkert á óvart en auðvitað þessi kröfugerð, hún náttúrulega búin til af fólkinu í félögunum og það okkar að fylgja því eftir. Hversu hörð eru þið á þessari kröfu? Þetta svona prinsipalveg? Við erum mjög hörð á kröfunni að ná þessu fram. Við erum líka að tala 3 ára kjarasamning. Það sem þannig það ekki eins og þetta sé að koma bara á morgun og sem ég hef oft fundist umræðan að vera það eins og þetta sé eitthvað sem að gerast í næsta mánuði. En við erum að þetta sé markið. Þetta nákvæmlega sama eins og við settum okkur í síðustu kjarasamningum og náðum 300.000 kallinum. Við náðum því núna áður á miðju ári. Þannig að þetta svona krafa til lengri tíma hjá okkur. En þegar maður horfir á laun innan þíns félags, einingar iðju, þið birtuðu Gallup-könnun fyrir áramót og þar minni mig að meðal launin hjá þínu fólki séu einhverstaðar í kringum 500.000 kallin. Já, það rétt, það munar einhverjum 300 kalli að ná 500 kallinum meðal heildarlaun. Þannig að það ekki dagvinnulaunin, þau eru ekki nema 383.500 hjá körlunum og 383.300 hjá konunum. En það rétt að meðallaun kalla hér á svæðinu eru 542.000 meðan að konurnar eru með 454. Kjara ráð, það umdeilda ráð, það hækkaði laun alþingismanna og helstu toppana innan ríkisins allu verulega. Þessar ákvarðanir allar, þær fóru mjög illa í verkalýðshreyfinguna. Já, það var ekki skrítið vegna þess að það búið að vera að ræða það núna í gegnum tíðina að menn þurfa nú að halda í sig og passa sig að fara nú ekki illa með þennan stöðuleika og allt sem að því fylgir öll þessu orðræða. Og svo kemur allt í einu bara hækkun hjá þessum þingmönnunum og ráðherranum og öllu þessu sem margfalt á við það sem að almennt launafólk hefur fengið. Og það ekkert skrítið að mönnum blæði einmitt svona hlutir og þetta þýðir auðvitað að þessi kröfugerð, ég alveg klár á því, að kröfugerðin eins og hún lítur út í dag, að hún kannski hefði litið eitthvað aðeins öðruvísi út ef að menn hefði ekki fengið þessa kauphækkun þessi sem æðstir eru. Og þetta farið mjög illa í fólk og gerir það miklu harðar í þessari kröfu að halda henni heldur en hefði verið. Þegar þið sitjið við samningaborðið, þeir samningafundi sem að núna eru búnir, bendið á þetta og hver eru viðbrögðin? Auðvitað eru við eilíft að ræða þetta. Og það samtök atvinnulífsins vita þetta nákvæmlega alveg eins og við að þetta eitthvað sem að gerir þetta illt verra og það ekki launung á því að við höfum gert kröfu til þess að þeir taki þetta tilbaka
vegna þess að það sé ekki eðlilegt að æðstu lögin í þjóðfélaginu hækki meira heldur en almenningur. Og svo náttúrulega líka ekki má gleyma því að mjög margir yfirmenn í fyrirtækjum, þeir nýttu sér líka tækifærið og hækkuðu launin sín all verulega í kjölfar þessa ákvörðun kjararáðs. Hefur þá sem sagt almennt launafólk, það hefur setið eftir miðað við þessa hópa? Það hefur gert það og líka það sem að gerðist eftir síðustu kjarasamninga, að það það að þeir sem eru lægst launaðir, þeir hafa aukið skattbyrðin á þeim miðað við það að þeir sem eru hærra launaðir hafa fengið raunverulega skattalækkanir meðan að það hefur raunverulega verið skattahækkanir á þeim sem eru á lægstu laununum. Með þeim að horfið svona á kröfugerðina þá er nú mjög snemma í kröfugerðinni aðeins bent á að tekjuskipting og jöfnuður bilið hafi breikkað. Það alveg rétt og það eitthvað sem við viljum ekki að gerist og þess vegna erum við að reyna að ná lægstu laununum upp og við höfum það reynda verið markmið okkar í gegnum síðustu samninga og að hluta til hefur okkur tekist það en auðvitað eru launin alltaf lág eins og þeir eru í dag þannig að við erum rífa þau svolítið upp. En hagtölur Hagstofu Íslands, þær sýna líka að jöfnuðurinn á Íslandi, hann mun meiri heldur en gengur og gerist miðað við mörg önnur lönd. Já, það er alveg rétt en vegna þess að við höfum reyndar alltaf haft Ísland svona sem svolítið meira jöfnuð en ójöfnuðurinn að aukast og það kannski það sem að við erum ekki tilbúin til þess að samþykkja. Vegna þess að við viljum að það sé meiri jöfnuður hér hjá okkur. Það hefur í öðrum löndum eins og þú segir verið meira bil á milli fólks en við sættum okkur ekkert við það. En ef ég verður nú farið gengið að þessari kröfu 425.000 krónur og pluss ýmislegt annað sem að settar eru fram. Ef að verðbólgan fer nú af stað eins og atvinnulífið talar og ríkisvaldið jafnvel líka, þá jæst þetta upp? Sko, við skulum nú líka bara horfa til 2015. Þá var þær kröfugerðir sem voru settar fram af Starfsgreinasambandinu að það átti að kollvarpa öllu, verðbólgan átti að rjúka upp úr öllu valdi og það átti allt að fara hér í kalda kol. Og ég veit ekki annað en það að við gerðum þá kjarasamninga og frá því að þeir voru gerðir og þangað til núna að þá hefur verið raunverulega algjör stöðugleiki í okkar þjóðfélagi. Þannig að allar þessar spár þetta að allt að færa til fjandans varð ekki af neinu. Þannig að ég held að menn sé náttúrulega alltaf að búa til grílu allstaðar, þannig að ég hef ekki svo mikla áhyggjur að það sé fara eitthvað af stað þó að ég að tala líka lægsta fólkið, að fólki sem lægstu launum að það að fá hækkun. Ég ekki að tala það að þeir sem eru hærra launaðir að þeir eigi að fá jafn mikla hækkun og þeir sem eru lægstir. Fólk verður en það alltaf að reikna með því að þeirra menn tala að ef einhver fær einhverja hækkun að hún fari upp allan stigann. Ef að það gerist, það getur vel verið það, en við erum ekki að tala það í Starfsgreinasambandinu. En það ekki einmitt það sem að gerist? Við sjáum það núna bara í blöðunum að aðrar stéttir sem ekki eru byrjaðar að semja, þær gera svipaðar kröfur sem sagt launahækkanir. Ég ætla bara að segja það, ég vorkenni ekki fólki sem eru á háum launum, að ég tel að það þurfi ekki launahækkanir. Það fólki sem eru á lægstu kjörunum, það þeir sem þurfa á hækkunum að halda og mér finnst allt í lagi að þeir sem eru aðeins hærra launaðir að þeir bíði þangað til þá að betur ára ef ástandið svona slæmt í þjóðfélaginu. En má þá kannski ekki snúa þessu við að það sé kannski ekki gott fyrir verkalýðshreyfinguna að vera svona undanfari í samningagerðinni? Já, sko, það auðvitað þannig að hver á að byrja og það hefur yfirleitt alltaf verið stærstu hóparnir. Og stærstu hóparnir innan Alþýðusambands Íslands og þar náttúrulega Starfsgreinasambandið langtum stærst og einhvern veginn það þannig að Alþýðusambandið byrjar. Starfsgreinasambandið og það þetta oft samflot á milli Starfsgreinasambandsins verslunarmanna og iðnaðarmanna og annað þannig að þessi hópar fylgjast svolítið að. En svo koma aðrir hópar í ýmsu öðrum samböndum og þjóðfélagshópum sem koma á eftir. Menn hafa reyndar stundum sett ákveðin viðmið það að ef aðrir fara hærra eða verðbólga fer af stað þá getum við sagt upp kjarasamningum. Það hefur gerst. Við höfum stundum fengið bætur út á það.
það hefur komið kauphækkanir og ýmist annað sem hefur komið þannig að við höfum stundum verið með ákveðna vörn í því. En til dæmis síðast þá ákveðum við að segja ekki samningunum í febrúar 2018 þó að hefði verið möguleiki vegna þess að við töldum að sú hækkun sem var að koma 1. maí og 1. júní að það væri betra að hafa hana og fara svo í samninga núna áramót. Ég bara sú staðreynd að samningar hafi losnað áramótin og það sé núna komið bara fram í janúar og jafnvel bara mánaðamótin rétt handan við hornið að samningur taki við af samningi það bara nánast óþekkt á Íslandi. Já, því miður það en þess ber að geta að í annarri málsgrein kröfugerðar Starfsgreinasambandsins einmitt það að krafa okkar það að samningur gildi frá þeim tíma sem hinn rennur út eða frá 1. janúar 2019 og það ein af þeim kröfum sem við ætlum að fylgja eftir og hefur verið ítrekkuð endalaust við samtök atvinnulífsins að það sé okkar megin kröfum það að samningar gildi en þetta í raun þyrfti bara, það var spurning, einhver sagði nú við mig, akkur ekki setja bara lög það að þetta gildi, þá myndi kannski vera fyrr samið heldur en að samið hefur verið gert undanfarið. En þetta þó til að þetta hafi verið, en ég man einhvern tímann eftir því að við sömdum einhvern tímann í 20. Einhvers mánaðar og það náði frá áramótum, frá mánaðamótum, það held ég það samtökum atvinnulífsins sem svo hefur reyndar verið öðruvísi gagnvart ríki og sveitarfélögum. Þú hefur nú verið lengi í þessum bransa. Það sem einkennir núna kröfugerð Starfsgreinasambandsins að það eru settar mjög ríkar kröfur á ríkisvaldið sem kannski kemur ekki í raun og veru beint að samningunum. Þetta svolítið óvenjulegt. Sko, þetta kannski má segja að það séu meiri kröfur núna á ríkið heldur en það oft verið. Það hefur alltaf verið kröfur á ríkið og síðan ég man eftir að þetta hafi verið mismunandi mikið en núna held ég að það sé lykillinn að því að við náum kjarasamningum að ríkið komið svolítið veglega að þessu. Það eru hlutir sem eru í miklu ólagi hjá okkur. Það eins húsnæðismálin sem sérstaklega þetta á höfuðborgarsvæðinu og reynda víða út land að vandamál fólks að bara koma í húsnæði og leigu húsnæði mjög dýrt þannig að þetta mjög aðkallandi mál að taka á. Svo náttúrulega þetta með skattamálin, ég meina það ekki bara að fá launahækkun ef að skatturinn hyrði svo alla launahækkunina eins og raunverulega gerðist svolítið síðast. Þannig að við erum að gera kröfu til þess að menn fái meira fyrir út úr umslaginu eða með því að skattarnir lækki sérstaklega á þess sem eru lægstir. Þessi könnun sem ég vitnaði til áðan sem að Gallup gerði fyrir einingu iðju, þá minni mig að það sé einhvers staðar í kringum 25% félaga einingar iðju sem eru í leiguhúsnæði. Þetta hátt hlutfall? Þetta hlutfall hefur farið mjög hækkandi hér á okkar svæði. Þetta var miklu minna en núna síðustu svona 2-3 árin þá hefur þetta farið vaxandi þannig að þetta orðið mjög stór þáttur og í þessari könnun kom einmitt líka fram að 13,3% þeirra sem tók þátt í könnunni voru í foreldrahúsum en það sem líka kom fram að fjárhagsáhyggjur fólks eru miklar og sérstaklega þeirra sem eru á leigumarkaði, það kemur semst út þannig að þeir sem eru á leigumarkaði þeir bera miklu meiri áhyggjur af sinni afkomu heldur en hinnir. Sérðu það gerast að ríkið komi með eitthvað útspil þá til dæmis í húsnæðismálum? Maður heyri það nú á ráðherrum að svo verði. Það sem við heyrum allavega að það er ákveðin nefnd í gangi sem að vinna að bæði greiningu og svona kostum, ég meina koma með tillögur og ég bind mikla vonir við það að það verði eitthvað sem að segja eitthvað sem komi út úr því. Þannig að ég svo eitthvað bjartsýnn á þetta með húsnæðismálin. Það líka, bæði þetta náttúrulega að reyna að koma einhverjum skikki á leigumarkaðinn. Það líka að reyna að hjálpa fólki í fyrstu kaup og ýmislegt annað. Þannig að mér finnst einhvern veginn að þetta það sé svona jákvætt útlit í sambandi húsnæðismálin. Verkalýðshreyfingin í samvinnu við aðra sem hefur sett á laggirnar félag sem hefur það verkefni að byggja ódýrar og hagkvæmar leigu íbúðir. Þetta þá eitthvað, þetta skref.
Já, já, þetta einmitt þetta íbúðafélagi Bjarg sem að hérna bara, þetta var gert vegna þess að það voru fáir sem að vildu fara einmitt út í þetta. Þetta íbúðir sem ekki er að pæli að hagnast á. Þetta sem sagt félag sem bara að keyra þetta á núlli. Og það vilyrði fyrir 75 íbúðum hér á Akureyri sem búin að fá vilyrði á bænum. Og ég að vona að það verði hægt að byrja á fyrstu blokkinni með eitthvað rúmlega 30 íbúðum núna í líklega mars-apríl. Þannig að þetta að koma líka hérna og ég fagna því mjög að þessi valmöguleiki sé að koma hingað. Flestir vilja nú vinna minna og fá hærri laun. Stytting vinnuvikunnar, hversu stórt atriði það? Það mikið inn í umræðinu núna og ég held að það verði einhver skref stigið í því núna í þessum samningum. Spurning hvað verður stórt en ég tel að það verði eitthvað skref stigið núna. Vinnuveitendur þeir hafa svona viðrað þá hugmynd að útvíkka hugtakið eða reglurnar dagvinnutímann. Já, það búið að koma ýmsar tillögur frá samtökum atvinnulífsins í sambandi við vinnutíman, kaffitíma og fleytitíma og ég því hvað og það verður nú að segja eins og að það hefur nú ekki fallið í góðan jarðveg hérna hjá okkur þannig að menn hafa nú bara sem hafnað þessari heildarmynd en auðvitað kannski munum menn ræða einhverja þætti allt til að ræða það er sem ekki hérna en það er ekki mikil jákvæðni gagnvart í okkar röðum. Útlendingum þeim fjölgar erlendu vinnuafli. Við sjáum og heyrum fréttir að það sé verið að undirgreiða eða borga allt og lág laun. Hvernig eru þessi mál? Við samningaborðið? Já, það náttúrulega krafa á stjórnvöld í okkur og ég held að það sé nú bara sameiginleg krafa samtaka atvinnulífs á okkar það að náist utan þessa brotastarfsemi og sérstaklega líka þetta kennitöluflakk sem að menn hafa verið sem er óþolandi og alveg í að menn skipta kennitölur eins og bara brækur þannig að menn vita aldrei hjá hverju fyrirtækinu þeir að vinna. Þetta mikið í umræðunni og það allavega ákveðin hópur í því á vegum ríkisins sem að skoða þessi mál og ég að vona það að það komi eitthvað út úr honum vegna þess að þetta algjör nauðsyn að verði gert eitthvað í því að reyna að stemma stigu við það að sé farið svona illa með fólk og líka það að menn geti skotið sér undan skyldum með því að hoppa bara yfir nýja kennitölu. Tölum aðeins næstum kjara viðræðurnar sjálfar, þar að segja fundina við sjáum í sjónvarpinu, það setið við stórt borð, ekki þið bara að horfast í augu? Nei, sko, það nú eins og einhver sagði við mig einhvern tímann þegar væri til dæmis verið að funda úr karphúsinu, þá var það eina sem sæjast úr karphúsinu það við að fá okkur kaffibolla eða eitthvað þannig. Sko málið það að auðvitað þetta stundum á milli stríða en það ofta minni hópar sem að vinna. Þetta getur verið 2 manna tal, þetta getur verið margt kannski menn leysa ekkert málin í einhverjum 20-30 manna hópi. Þetta eru smærri fundir, þetta eru já, eins og segir, þetta svona farið inn í herbergi til að ræða málin og síminn mikið notaður þannig að svona einhver heildarmynd það að menn, eins og segir, horfist í augu það nú ekki aðal samningavinnan fer nú ekki þannig fram en þetta svona þeir sem koma að þessu og kannski fyrsta skipti þeir skilja ekkert oft í þessu hvernig þetta gengur en það mikið maður og mann og það mikið svona já, smærri hópar og fáir aðeins að tala sama það ofta hægt að krefja máli. En þessi vinna hún hefur líklega breyst töluvert bara með aukinni tæknivæðingu þjóðfélagið orðið flóknara. Það ekki þannig að hagfræðingar eru farnir að skipta meira og meira máli? Sko, hérna fyrir dálítið mörgum árum síðan og þá voru mennum kannski ekki endilega alltaf að rekna allt út og finna alveg allt hvað hlutirnir kostuðu og eitthvað svona.
En núna þetta miklu meira, það liggur við að sé 0,00 sko, eitthvað sem ef maður segir eitthvað, hvað kostar þetta, eitthvað annað. En sko þetta kannski breytir ekki svona þessari samningavinnu sem það reyna að ná niðurstöðu. Auðvitað eru menn með meiri tölur, meiri upplýsingar og annað sem ég segi hjálpar mönnum ofta að átta sig kannski á hlutunum en það hefur nú ekki alveg allt vægið í þessu því að auðvitað það þannig að menn þurfa að finna niðurstöðu en það gott að vita hvað hún þýðir. Það til eitthvað sem heitir samningatækni, svona gamla trikkið að rjúka á dyr og skella hurðum, það ennþá við líði? Já sko, það getur verið mikla geðsveiflur í þessu, það er ekkit, það er ekkit nýtt að menn reiðist, ef að mönnum finnst hlutirnir vera þóttið ósvífnir og að þá getur menn stokkið upp á nef sér og það er bara heilbrigt. Menn stundum ég skella hurðum. Ég hef verið inn í herbergi þar sem einn skellti hurðum og það voru eitthvað 3-4 myndir á veggjunum og þau duttu allar niður. Og en svo kom viðkomandi bara inn aftur og menn héldu áfram að ræða málin. Þannig að það stundum að hreinsa. Það púst út. En persónuleg tengsl sem hljóta að skapast með árunum, skipta þau miklu máli? Já, þau gera það vegna þess að sko, í svona samningaviðræðum er alveg rosalega mikið vægt að það gildi ákveðið traust. Til dæmis ef þú ert í samningarnir, segjum bara eins og samningarnir Starfsgreinasambandsins, bara sem dæmi að því enn og þar, að það er mjög mikið atriði að það sést traust í hópnum, að menn geti treyst í að það sé talað eitthvað hérna inni og það fari ekki út. Og það er líka mikið atriði að bara gagnvart gagnaðila eins og viðinveitundum að þú getur talað svona opinskátt en það kannski og reynda að finna einhverja lausnir að það sé ekki sko, heyrðu, þú sagðir nú þetta í gær þegar við töluðum saman. Leið og menn fara að nota svoleiðis kannski úr enga samtölum eða kannski stundum kannski 2 og 2 og þá tala menn opinskátt en menn vitna ekki eða nota það á viðkomandi. Ef menn brjóta þennan trúnað þá er komið ákveðin gjá sem menn þurfa langan tíma til þess að ná því upp aftur. Þannig að trúnaður og traust er rosalega mikilvægt í þessari vinnu. Þáttur fjölmiðlanna þegar þú kemur fram í einhverju blaði morguninn og ert með einhverja harða yfirlýsingu, þá getur hugsanlega allt farið í baklás? Það getur sjálfsög gert það og það er nú stundum að þó að fjölmiðlar séu góðir, þá geta það líka þvælst fyrir vegna þess og fólk kannski skilur það ekki alltaf að það er stundum þannig í þessum samningaviðræðum að það er rosalega brothætt. Við erum kannski menn að ræða einhver ákveðna hluti og svo kannski fara þær allt í einu komnir í fjölmiðla. Það er mjög erfitt. Það getur verið þýtt það að ég vil að það sem búið var að undirbyggja og búið að gera að það fari út gluggann vegna þess að það var birt og kannski án þess að það var búið endilega ganga frá hlutunum, þá bara getur þetta þýtt að þetta sé bara búið. Þitt bakland sem sagt félagarnir sjálfir, samkvæmt þessari Gallup-könnun, þá eru það bil 70% félagsmanna klári í verkfall. Já, 63% sem telja þessi líklegt að fara í aðgerðir og held að það hafi 18% sem sögðust myndi ekki og hvernig þetta á milli. Já, ég tel að það sé ef á þarf að halda þá sé algjörlega stuðningu við það hér í mínu félagi. Það er svona, í aðdraganda kjaraviðræðna þá talaðir þú nú líklega harðan kjaravetur og svo framvegis og veturinn hann er svona, febrúar og mars, stefnir í harðan kjaravetur og jafnvel verkfall? Ég held að það verði harður kjaravetur og ég stend alveg með það. Ég held að þessi vetur, það verði verkfall. Ég held að það sé eitthvað sem hvert það verður einhver verkfall. Kannski geta það orðið mjög víðfemm og allt það, en ég held að það mun ekki nást samningar, svona heildarsamningar nema það þurfa að þrýsta eitthvað á. Eru þið nú þegar farin að ræða það svona innan verkfallshreyfingarinnar að svona spyrja ykkur hvers konar verkfall verða í aðsigi svona fyrst? Hvar á að byrja? Sko, við erum ekki búin að finna, það er búið að Starfsgreinasambandið kaus sér til þess aðgerðarhóp sem er svona að ræða málinu og undirbúa.
Eining Iðja er búin að kjósa sér fulltrúa frá öllum stöðum hér sem að svona myndu þá skoða okkar mál og að byrja af því. Þannig að menn að undirbúa sig undir það ef á þarf að halda, en ég ætla að ítreka það líka að menn vilja reyna að reyna að ná samningum, reyna að þreifa svolítið áfram, sem sagt áður en að menn fara að beita því vopni, vegna þess að það alltaf von, en ef að þarf á því halda, þá hef ég enga áhyggjur af því að við fáum stuðning fyrir félaginu hjá okkur. Eru verkfallssjóðir dygrir? Já, sko, það fyrir náttúrulega eftir því Eining Iðja á rúmlega hálfan milljarð í verkfallssjóði. Það ætla sér ekki með því meira hérna svona á landsbyggðinni. En ef við færum með alla sem að vinna eftir samningum við SA, þá myndi það duga í hálfan mánuð, eða varla það. Þannig að það er svona spurning hvað er digurt og hvað er ekki digurt. Í upphafi viðræðanna þá var VR og Efling og fleiri með Starfsgreinasambandinu sem síðan fóru út. Hvernig er bara mórallinn innan verkfallshreyfingarinnar? Er hún nógu sterk núna? Já, VR hefur reyndar aldrei verið inni í Starfsgreinasambandinu. Þeir náttúrulega inn í Landssamband íslenskra verslunarmanna, þannig að þessi ruglingur um það að hafi 3 félög farið út af Starfsgreinasambandinu er náttúrulega ekki rétt. Það var reyndar bara Efling og Akranes. En það eru 19 félög í Starfsgreinasambandinu og þessi 2 fóru út, þannig að það eru 17 sem sagt eftir sem að mynda raunverulega samninganefnd Starfsgreinasambandsins. Þess ber að geta að Efling hefur raunverulega aldrei verið með samningsumboði hjá Starfsgreinasambandinu, reyndar gera það núna en fóru svo út. Svo eru 2 félög sem ekki hafa, eða 3 félög sem voru til dæmis ekki með okkur síðast, Keflavík, Hafnarfjörður og Borgarnes. Þau voru ekki síðast en þau eru með okkur núna, þannig að ég tel að andinn sé nokkuð góður. Auðvitað geta verið að einhver félög vilji sem að telli sig annarkvort geta betur ein eða þá með hinum aðilunum að þau fari út, en mér finnst samstæðan góð. En hvernig er staðan í þínu félagi? Finnst þér sem sagt félagsmenn standa algjörlega bakið þér? Ég tel að eftir þennan mikla undirbúning sem að við gerðum á árinu 2018, að undirbúninga kröfugerð og því það saman og svo er ég með fjölmenna samninganefnd sem eru 50, 60 manns og mér finnst það einhugur þar í bæði gagnvart kröfugerðinni og gagnvart þeirri vinnu sem hefur verið. Það var niðurstaða samninganefndar Einingar Iðju að ég greiddi atkvæði á móti því að vísa til sáttasemjara fyrir jól. Það var niðurstaða samninganefndar, innróma niðurstaða samninganefndar og auðvitað fer ég þá eftir því þegar ég greiði atkvæði innan Starfsgreinasambandsins. En þig er farið að langa í vöfflur? Nei, það má ekki segja það að vöfflur eru svo góðar. En ég vil fá vöfflurna þegar ég er búinn að gera þann samning sem ég er ánægður með. Björn Snæbjörnsson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og Einingar Iðju. Þakka þér fyrir spjallið og gangið vel. Já, takk svo mjög.